Auglýsingavefur senda inn auglýsingu. Hægt að velja 3 gerðir af auglýsingum. Í almennri auglýsingu velur notandi flokk og hefur frjálsar hendur varðandi meginmál auglýsingarinnar. Innköllun þrotabús og innköllun dánarbús eru formfastari form þar sem ákveðnar upplýsingar þurfa að koma fram til að ritstjórn samþykki auglýsinguna. Einnig heldur kerfið utan innkallanir á þann hátt að notandi getur séð allar auglýsingar varðandi skiptafundi og skiptalok undir tiltekni innköllun. Hægt að sjá ítarlegri skýringu í öðru myndbandi umsýslu auglýsinga. Ég ætla að byrja á að velja almenna auglýsingu. Hér fæ ég upp upplýsingasíðu sem ég þarf að samþykkja áður en áfram haldið. Ég haka við að ég skilji ofangreindar upplýsingar og held áfram. Hér byrja ég að fylla út formið. Ég vel tegund upplýsingar og ég þá við flokk. Ég ætla að velja fyrirkall og fæ þá val flokka og vel ég áskoranir. Yfirskriftin á auglýsingunum minni er test og fylli ég inn í meginmál auglýsingar. Því næst fylli ég út undirritunarkaflann. Og held því næsta áfram. Hér get ég valið birtingadaga. Ég get að hámarki valið 3 birtingadaga. Því næst vel ég samskiptaleið. Gefur það ritstjórn upplýsingar til að hafa samband ef það krefst vegna auglýsingar. Hér má sjá forskúðun á máli og má áætla að auglýsingin líti svona út þegar málið er gefið út í lögbirtingablaðinu. Ég held áfram og fæ þá samantekt yfir auglýsinguna. Hér má sjá áætlaðan kostnað. Greiðsla birtist í heimabanka einsendanda við útgáfu á máli. Hér get ég sendt auglýsingu til birtingar og fer auglýsingin þá inn til ritstjórnar og í viðeigandi ferli. Og hér má sjá yfirlit yfir alla birtingar fyrir þessa tilteknu auglýsingu. Ég fer aftur á mína yfirlitssíðu og sé málið birtast efst í stöðunni Innsend.